89, allir þar stættir. Ég á 90. Og 90, já. Því að hér höfum við bara formála að spennustýringum almennt, en við tökum sérstaklega fyrir spennustýringu Stanford rafala og við segjum þá almennt að hlutverk spennustýringar sé að halda framleiddri spennu stöðugri á föstu gildi þrátt fyrir álagsbreytingar. Og þetta gæti verið dæmigerð spennustýring, en við erum ekki alltaf með kannski endilega þriggja fasa spennu inn á svona spennustýringu. Við sjáum fleiri gerðir af þessu í mælingaverkefninu, þess að við erum bara með einfasa inn og kannski bara einn týristor í stýrirásinni, en reyndar erum við með, já, og í kraftrásinni bara einn stýrirás, einn týristor, og þannig að við fáum bara hálfstýrða eða bara stýrða hálfbylgju afriðun. Þannig að við þurfum eiginlega að skoða þessa rás sem er stór og flókin í þrennu lagi, kraftrás, stýrirás og yfirrásvörn. Og ef við byrjum bara á afriðuninni, hún er í kraftrásinni. Það er kraftrásin, hún er mynduð úr D14, 15, 16 og 17 og týristornum sem er kallað SCR1 og mótstöðun er 21 sem að fylgist með straumnum, og síðan þetta exciter field, þetta er segulvafið sem að er í rafalanum til þess að segulmagna rafalan. Og við þurfum að skoða þessar myndir sem að við eigum til þess að átta okkur á því hvað við erum að tala um. Og hér þá er þetta hérna er þá kraftrás sem er dregin út úr þessari stóru mynd sem að er hérna aftar, þessari mynd hérna, og kraftrásin, þá sjáum við hérna eru díóðurnar í kraftrásinni, afriðunin, og síðan sjáum við hennan týristor hérna og R21 og þetta exciter field, þetta eru segulvöfin sem að segulmagna rafalan, því að þetta er í nokkru lagi. Og síðan getum við sagt að þetta er þá kraftrásin sem við skoðum hér. Þessi hluti hérna hægra megin, þetta er varnarrás. Ef að eitthvað gerist í rafalan og spennan lækkar óðurlega mikið niður, þá þetta er það varnarrás til að lækka spennun aftur niður. Það er þessi hérna með þessum transistor 5 sem er líka Uni-Johnson transistor. En aðal stýrirásin er síðan hérna að ofanverðu, og við sjáum líka einföldaðri mynd af henni hérna ofar. Þannig að ef að við erum með 4 díóður, eins og við sjáum hérna, í 3 fasa afriðun, þá köllum við þetta ófullkomna 3 fasa afriðun. Af því að spennan sem við fáum úr þessari ófullkomnu 3 fasa afriðun lítur út svona. Síðan kemur 0 á milli vegna þess okkur vantar 2 díóður inn í þetta. Síðan byrjar þetta aftur, spenna hérna, og hættir hér, og við erum með bil hérna sem er 0 spenna á. Og hvaðan hérna fáum við þessa spennu? P3, hérna 2, 3, 4 hérna. Þetta er frá sátri sísegulrafala. Þannig að við eigum í rauninni heldur að lenda í því að þessi rafali verði hérna þannig spennulaus að hann geti ekki byrjað að framleiða, eins og sumir rafalar sem að stóla á segulleifar. Sumir þurfa að byrja að framleiða með segulleifum og það þarf að skjóta inn á ef segulleifarnar eru horfnar.
En hérna sísögur rafali sem að framleiðir inn á spennustýringuna, og við þurfum að rifja aðeins upp úr 300 áfanganum, kafla 18, rafalana, hvernig þetta tengist allt saman. Þannig að við þá fáum þessa spennu, þið munist úr stýristorrásunum, þá vorum við að kveikja einhvers staðar á stýristor á hálf bylgju, til dæmis jákvæðri hálfbylgju, ef við erum með stýrða hálfbylgjuafröðun með einan stýristor. Sko, þetta lítur nú svipað út. Þá kveikjum við einhvers staðar á þessu bili á stýristornum, en trikkið með þessu núlli er það að við getum slökkt á stýristornum. Hvernig lítur út heilbylgju afröðun með 6 díóðum? Er það ekki bara toppar hérna? Það eru 6 toppar svona uppi, alla leiðina hérna, það er ekkert 0 í fullkominni þriggjafarsafröðun. Þá kemur aldrei neitt 0. Ef við verum með 6 díóður, þá gætum við aldrei slökkt á stýristornum, skiljið. Það verður að vera 0 á milli svo að stýristornum geti slökkt, svo við getum reglað, skiljið. Þannig að við fáum þá stýripúls einhvers staðar á þessu bili. Það fer eftir álagi, það fer eftir þörf á segulmögnun til þess að halda réttri spennu út af rafalanum, og þá gerst það jafnt hér og hér. Þannig að þetta skýrist náttúrulega betur með því þegar við förum í dæmi og eftir. En nú skulum við skoða stýrirásina hérna. Að hér fáum við inn mælingu á spennu frá rafalanum, hérna milli 2 og 3. Það fer í gegnum spenni hérna, þannig að stýrirásin, hún er í rauninni alveg óháð, sko, þannig hún er ekki tengt beint yfir í kraftrásina hérna eða framleiðslu hluta rafalans, sko. Þetta er hluti af spennu sem við fáum hérna inn milli 2 og 3 frá rafalanum, sem gefur okkur upplýsingar raungildi rafalans. Og þetta raungildi, það er meðhöndlað hérna, það er sem sagt spennir, þannig við aðskiljum þetta með segulsviði, þannig það er ekkert rafleiðið samband hérna beint á milli. Við afriðum þessa spennu og við síum hana með þétti, og þannig að raungildið, það kemur hérna inn á R6. Það er raungildi út af rafalanum, og síðan er búin til föst spenna hérna með þessari senerdíóðu. Ok, það þýðir það að það er alltaf, ef að við fáum reglulega sem sagt spennu hérna frá hérna sátri sísögur rafalans, sem að framleiðir hérna spennuna fyrir okkur, og það er líklega, það er afriðað hérna fyrir þessa rás, að þá erum við alltaf með ákveðna spennu hérna yfir þetta, og við erum stanslaust með spennu hérna á senendíóðinni. Og ef við myndum segja að þarna væri 10 volt yfir senendíóðinni, ef við tækjum eitthvað þægilegt spennugildi, að þá myndi líka vera 10 volt yfir það sem er hliðtengt við hana. Hvaða rás er hliðtengt yfir þessa senendíóðu? Jú, það er þetta R6 sem við köllum spennu, sem er þá raungildis spenna. R6, svo er aðtengt við hana R7, og svo er hérna U-base emittis spenna, og að lokum R11. Þannig að við sjáum það að það kemur alltaf, sem sagt, vegna senendíóðunar, það kemur alltaf summan út úr þessari spennudeilingu hérna, hún verður þá alltaf, ef við segjum 10 volt, þá verður hún alltaf 10 volt, skiljið. Þannig ef að raungildið frá rafalanum breytist, til dæmis ef við segjum það að það hækki, hvað gerist þá með allar hinnar spennunar?
ef þetta á að vera jafn há spenna 10 volt þá verða hinar spennar að lækka á móti, skiljið. Það er bara einfaldlega þannig. Við maður lýsa þessu með því að setja inn lit á þetta, sem sagt, ef að spennan inn hérna til dæmis, ef að minnkar álag á rafalan, þá ætlar spennan út á rafalanum að hækka. Useta, og þetta er standard spenna, segjum kannski bara 10 volt, bara til þess að hafa eitthvað fast í hendi, 10 volt, ef að summan úr þessu öllu saman er líka 10 volt, ef að ÖR6 hækkar, þá verða hinar spennunar að lækka á móti. Og það sem að hefur áhrif inn á rásina áfram, sem er stærri hérna, það er náttúrulega base emitter spennan. Hún lækkar og þar að leiðandi þá hérna minnkar straumurinn í transistornum. Og það hefur áhrif hérna áfram í rásina. Og þetta hérna er svona það fyrsta sem að við sjáum, þannig að þetta er í rauninni sko reglunar rásin fyrir rafalan. Já. Hún er mæld hérðan frá, spennan yfir hérðan bara eins og hún tengist hérðan frá hingað. Þetta er ekki tengt hérna við beisin. Þetta er tekið svona framhjá, eins og þið þekki alltaf í þessum myndum. Fór aðeins og langt hérna inn á. Hún er bara tekin hérna. Niður. Þannig að þetta er allt saman hliðtengt. Það er kannski svolítið erfitt að sjá þetta svona, og væri kannski betra að teikna þetta í alveg beinni línu og sjá þetta sé alveg pottþétt hliðtengt. Þetta er hliðtengt. Þannig að þessi summa af þessum spennum hérna verður líka að vera 10 volt vegna þess að þetta er tengt saman, þetta er hliðtengt. Nákvæmlega sama spenna og það breytist ekkert spennan yfir sinni díðan, ekki neitt. Þannig að það sem að hefur áhrif, ef að R6 spennan breytist, ef að hún myndi hérna lækka, þá hækkar á móti, hækka hinar spennunar allar á móti. Og það sem hefur mest áhrif áfram í rásin er base emitter spenna. Þá myndi straumurinn aukast í transistornum. Og við það eykst og straumurinn inn á þéttin og við fáum fyrr púls til þess að fá meiri spennu inn á meiri segulmanna straum. Það getur við þá skoðað hérna áfram. Eru búin að taka mynd af þessu? Þetta er náttúrulega í upptöku, þannig að það er ekki málið. Það er ekki kveikt upptöku hérna. Jó, ef við setjum hérna sjáum við sem sagt hvernig spennustýringin eða spennureglerinn tengist inn á rafalan. Og hérna sjáum við heildina, sem sagt, hvernig rafalinn tengist saman. Hvað þekkið þið mikið af þessu? Þið þekkið náttúrulega, hérna er pólhjólið. Hvað er það? Jú, það er þetta hérna. Þetta er pólhjólið. Þessar 6 díðarnar hérna er á pólhjólið. Þessar hérna, 2, 3, 4, 5, 6. Það er hérna á þessum diski. Þetta pólhjól, það er þetta hérna. Og hvað er þetta hér? Þetta er segulmagnar rafalinn, það verður til hérna þriggjafasen spenna hér, efstu bíl, og sem er síðan afriðuð hérna í þessu með 60 jónum og send sem jafnströmm hérna inn á þetta, og hérna er strömskipti díóða og hún er líka teiknuð sem hérna sennidíóða, þannig að hún passa líka upp á greinilega þarna að spennan verði ekki of há. En síðan höfum við
þetta hér sem að er sendur hérna permanent magnet stator. Þetta er sem sagt sátur sísegul rafalans hérna, lengst til vinstri uppi, sátur sísegul rafalans permanent magnet stator, og hérðan fáum við aflið inn á spennureglin okkar, spennustýringuna. Og hvaðan kemur raungildið út af rafalan? Jú, frá sátrinu, við erum að fylgja með spennunni út af rafalan. Okay. Það er tengt hérna milli 2 og 3, sjáum við hérna á brettinu 2 og 3, og það kemur hérðan frá þessu auka tengibretti hérna frá svona það bil helmingi af spennu hérna milli hér og hér. Það er tekið hérna einhver hluti af spennunni hérna inn og milli 2 og 3 hér og hér. Þannig að hérna hér fylgjumst við með raungildi spennunar út af rafalanum hérna inn á. Og hvað kemur svo, hvernig sendum við svo inn á hérna segulmagnar rafalan sem er í rauninni þessi hluti hérna. Þetta er segulmagnar rafalin aðal. Jú, það er merkt hérna x og xx mínus, xx er mínus, það tengist hérna, tengist saman hér, xx mínus, og það fer hérna út á spólur, þetta er segulspólur sem að, þetta er segulmagnar spólur sem að eru í húsi rafalans, og ég nú ætla að sýna ykkur þær, sem sagt þær eru staðsettar í húsinu fyrir utan þennan hluta hérna. Þetta er segulmagnar rafalinn, þessi hérna. Þið erum búin að átta ykkur á því. Sko, hérna lengst til vinstri, það var sísegur rafalinn, ekki satt, og sátrið kemur utan það til þess að framleiða inn á spennustýringuna. Og frá x plus og xx mínus tengist inn á straum á spólum sem er hérna í húsinu fyrir utan þetta. Og ef ég held hérna áfram og skoða þetta nánar, þá sjáum við hérna að það er komið hringur hérna utan yfir, og við erum að sjá hérna spólur, og þær eru líklega merktar einhvers staðar hérna, já, hérna eru merktar exciter stator. Þannig að hér myndast alltaf sitt á hvað? Norðurpóll, suðurpóll, norður, suður, allar hringin. Þetta er það sem að er hérna fyrir utan. Þetta skiptast á norðurpóll, suðurpóll, hérna, allar hringin. Þetta eru þær spólur sem við senda strauminn inn á frá spennustýringum okkar. Þeir þá með á því. Ok. Svo að hérna þá eftir því sem við sendum meiri strauminn á þessar spólur, þeim mun sterkara segulmagn fáum við inn á segulmagnar rafalan, og þá fer meiri straumur hérna í gegnum pólhjólið, og þá sterkara segulsvið og spönnum við pari spennu, ekki satt? Það er það sem að gerist. Ok. Þannig að hérna þetta er síðan skoðum við hérna erum við alltaf með hérna breytilega straum inn á þessa spólu til þess að mynda norðurpól og suðurpól, hérna allan hringin í kringum þetta hérna. Þetta er allt sem er hérna á þessu svæði, þetta er á rótornum, þetta er allt á því sem er snýst á sem sagt snúðunum. En þetta er fast í húsinu. Þannig að segulmagnarkerfið allt er bara fast í húsinu. Það er ekkert sem fer gegnum sleiturhingi eða slíkt. Hvernig var þetta gert öðruvísi hérna? Það var gert með kolum og sleiturhingjum. Það var að senda straumur inn á pólhjóli beint. Þannig var þetta gert áður fyrr. En núna er þetta allt saman yfirfært með
segulsviði. Og hvar er þetta yfirfært með segulsviði? Jú, það er nákvæmlega hérna á milli. Hérna á milli er yfirfærslan á segulsviðinu í staðin fyrir kol- og sleituringi. Þetta þýðir miklu minna viðhald, miklu minna slit á búnaði. Ok, nú skulum við líta á stýrirásina betur, hvernig hún virkar. Og skulum taka hérna aðeins mynd af það er spurning hvort ég kannski er þá frekar með þetta mynd hér og þessa hérna að hafa aðeins hérna formúluna til hliðsjónar, þessa hérna, því að það er hún sem að þetta gengur út frá, þessi reglun. Og sjá, þá er það hérna er öll myndin, öll rásin. Býtum nú við, þetta var aðeins og stórt eða hvað, er það til lagi? Nei, við klippum aðeins að þessi hérna. Skulum reyna að hafa hana alla inni. Þetta minka hana aðeins. Já, býttu nú við, ég ætla að þetta sé ekki komið svona. Svona, nú hefur við örugglega alla myndina inn á. Svona. Og hérna höfum við þetta, formúluna. Sem sagt að nú förum við aðeins í gegnum hvernig þetta virkar allt saman og hvernig við skiptum þessu í kraftrás, stýrirás og varnarrás. Sem sagt, kraftrásin, það er þessi ófullkomna þriggja-fasa afriðun, það er þetta hérna. Og það er týristórin SR1 hérna, það er hérna R21 sem að gefur spennufall, upplýsingar, þetta er afturvirkni viðnám, feedback kallað á ensku. Þannig að til að fylgjast með strömmnum hérna í gegnum segulvafið og sem sagt þetta er þetta segulvaf sem að þetta eru þessar spólur sem búa til þessar póla, segulpóla, þetta eru þetta. Fyrir með það neina það ekki. Norður, söður hérna í kring. Þess að fá mismunandi segulmagn þar. Alveg klárt. Ok. Og þá erum við að senda mismunandi straum þar inn á eftir þörfum, eftir hvað spennan út af rafalanum er. Og nú förum við aðeins í gegnum þetta, hvernig þetta gerist. Sem sagt, sambandi við sko hérna er kraftrásin, hún er hér. Og stýrirásin er þessi hérna hægri megin, varnarrásin er þetta hérna niðri, neðst. Og við í rauninni í varnarrásinu þá erum við aðeins að mæla hérna, þið sjá R23, það er svona stillanlegt við hennum þar. Þar erum við að taka mælingu inn á unit Johnson transistor. Og ef að spennan ætlar að verða of há yfir segulvafið, ef við sendum of mikla spennu þar inn á, og þá verður of mikil strömmur, óeðlilega mikið af strömm og spennu, að þá opnar eða brotnar þessi unit Johnson transistor og hleypir strömmum inn á stýriskaut á þessum týristor hérna, SR2, og tekur spennuna af stýrirásin hérna, hann tengir hérna fyrir ofan D6 og maður nullar þessa rás, þannig að þá fáum við ekki neina stýringu lengur inn á SR1. Þannig að ef eitthvað kemur upp á, ef að til dæmis verður skamhlaup út af rafalan, ef að það er bara mjög lág spenna,
þá varnarásin hérna sem að tekur bara niður spennuna. En skoðum þá aðeins stýrirásina, hvernig hún virkar. Sem sagt, við erum að sjá hérna að skulum ekki láta það pirra okkur mikið að viðnámin, þau eru teiknum svona svört, en þetta eru ekki spólur. Þetta eru Bretar sem eru að teikna þetta upp og þeir hafa kannski ekki fylgt alveg nákvæmlega þeim staðli sem við erum með, eða ég veit ekki af hverju nákvæmlega ástæðan fyrir því að þetta er svona svart. En þetta, eins og þið sjáu þetta á myndinni áðan, þá er þetta bara venjuleg viðnám, eins og R6 og síðan er spennufallið yfir R7 hérna, BSM-eftir spennan hérna og R11, það er hérna inn í þessari rás. Þetta er allt hér. Á móti senedíóðinni sem er þá staðsett hérna, við sjáum að hún er hér. Þetta getum við þá kallað sem sagt óskgildi. Þetta er í rauninni bara eitthvað ákveðið gildi sem að síðan það er í rauninni ekkert hægt að hafa áhrif á þetta gildi. Til þess að fínstilla spennuna út af rafaranum, þá er haft áhrif á þessa rás hérna. Sjáðu hér. Hérna er fínstilling á spennunni. Þetta er hérna stilling. Stilling á spennunni út af rafalanum. Stilling í rauninni það er verið að hafa áhrif á hvað er verið að hafa áhrif. Raungildið, er það ekki? Það er verið að hafa áhrif á raungildið. En með því þá hérna erum við að breyta sem sagt þessum spennudeili hérna frá og hingað, og þá getum við haft þannig áhrif á þetta. Reyndar er sennilega, sjáu þetta á myndinni, þá er hérna 1 og 2. Þetta er það viðnám sem er í töflunni sem þið sáu mynd af áðan. Þetta hérna viðnám, þetta hér, RF1, þetta er stilliviðnámið sem við notum til þess að fínstilla spennuna út af rafalanum, 400 volt. Hún er hérna, það er þessi mótstaða hér. Og við getum skoðað mynd af henni núna eftir smá tíma aftur, til þess að við áttu ykkur á því nákvæmlega hvað þetta er staðsett á töflunni. En þannig að við förum í gegnum það sem gerist ef að spennan inn ætlar að hækka, eins og við byrjuðum á áðan. Ok, það þýðir það að spennan yfir R6 hérna, þetta færist yfir á R6 af því að þetta kemur allt hérna í gegnum spennin og afriðast hérna, og með þéttinum verður þetta jöfn spenna yfir R6. Það R6 hérna, þetta er raungildið í formúlunni. Raungildi. Ok, ef að raungildið hækkar, þá verða hinar spennunar á móti að lækka, vegna þess að það er föst spenna yfir senedíóðana. Það þýðir það að spennan milli base emitter hérna, base og emitter, hún fer niður á við, hún lækkar. Og það þýðir það að við fáum minni straum hérna í gegnum transistorinn. Það þýðir það að hafa dregur hann minni straum í gegnum transistor 2, og það er transistor 2 sem er þá lengur að hlaða upp þéttin. Og ef við teiknum inn á hérna spennuna inn frá hérna, þetta var einhvern veginn svona, svo fór þetta hérna inn í 0, að þá
þá erum við að taka tíman sem sagt hérna frá og þá erum við hérna að taka mjög lítinn hluta af spennunni. Við erum að taka svo aftur hérna og mjög lítinn hluta af því að transistor 2 er lengi hérna að hlaða upp þéttin. Þá fáum við þennan stýripúls seint hérna, þá brotnar þessi unity junction transistor seint. Áttu ykkur á því? Seinna. Ef að þéttirinn er lengi að hlaðast upp, lítill straumur hérna niður, þá líður langur tími hérðan frá og hingað. Áttu ykkur á því? Þá er þetta tíminn sem að þéttirinn er að færa að hlaðast upp. Ekki satt? Já, það er bara svoleiðis. Og aftur hérna, þá er langur tími hérna frá og hingað. Þá er lengi að hlaðast upp og þá fær sem sagt segulmagnarkerfið mjög lítinn hluta af spennunni frá kraftrásinni. Ok? Tökum hitt tilfellið þar sem að eykst álagið á rafalan og spennan inn lækkar. Þess að raungildi lækkar. Það þýðir það að hinnar spennunar í formúlunni verða fara bara upp vegna þess að þetta er alltaf sama spennan. Zeta1, þetta er alltaf sama spennan. Það verða hinnar að fara upp. Þannig að þið sjáu það að þetta er svona eins og vegasalt með hérna er miðjan og núna erum við stattir einhvern veginn svona á vegasaltinu, eða ekki? Ok, þá fer base spennan upp á við. Það taka út einhverjar eða bæta við örfum hérna. Í staðinn fyrir að þetta fer niður, þá fer spennan hérna upp á við með base emitter spennan eykst og þar leiðandi þá fáum við meiri straum hérna niður í gegnum transistorinn og þá opnum við meira af því að þegar sjáum þannig er PNP transistorinn þessi TR2 þá opnum við meira fyrir þann transistor og fáum hraðar upp hleðslu á þéttin og það þýðir það að við fáum fyrr hérna við segjum fáum kannski hér þetta verður miklu styttri tími sem að þéttirinn er að hraðast upp. Hvernig myndur þú regla tíman og þannig? Við getum bara mælt þetta á sveiflusjá. Já, við þurfum bara að skoða þetta í sveiflusjá og mæla þetta. Við komumst ekkert mikið inn í stýrirásin, hún er hérna steypt inn í svartan klump. Þannig við getum ekkert mælt þetta sko. Það er auðvitað kannski hægt að reikna þetta einhvern veginn út en við höfum ekki sem sagt það miklar upplýsingar af transistor 2 við getum mælt þetta á sveiflusjóni og reikna okkur tilbaka með tíma hleðslutíma þéttisins en sko við erum bara með eitt fast viðnám í þessu hérna R12 og síðan er transistorinn hérna hann er breytilegt viðnám við getum litið á hann sem breytilegt viðnám því að hann stjórnar því í rauninni á endanum hversu hratt þéttirinn hleðst upp ok, og það gerist líka náttúrulega bara alltaf reglulega þannig að þá fáum við þetta hérna fyrr svona, núna er tíminn mjög stuttur það er ekki lengur þessi tími hérna heldur, þessi tími er orðin rosalega stuttur af því að það vantar spennu inn á segulmagnarkerfið þetta er bara örstuttur tími hérna frá hingað og þess vegna fáum við miklu meiri hluta af spennunni inn á segulmagnarkerfið svona, þá fáum við allan þennan hluta næstum því allt saman sem er til þannig getum við skoða þessi tvö tilfelli til þess átt okkur á hvernig að reglunin fer fram
á spennunni með spennustýringunni. Ok, við skulum bara drífa í því að skoða dæmi til þess að hressa okkur við, er það ekki? Mjög hressandi, skoða dæmi. Þá ætla ég að hætta í bili að fara í gegnum þetta með 40 og já, þetta er í þessum kafla, þá erum við með spurningarnar úr spennustýringunni og þá er það fyrsta hlutverk spennustýringar að halda spennu rafalans réttri og stöðugri. Hún vinnur þannig að hún skynjar spennuna frá rafalan, ber hana saman við óskildi og þá hún spennustýringin, sko, inn í henni eru díóður. Þar fer fram 3 fasa ófullkomin afriðun en hún afriðar rifspennu og sendir þá stýrðan jafnstraum inn á pólhjól rafalans til að stjórna spennunni. Þetta getur líka verið alveg nægjanlegt svar, sko. Og svo sjáum við kraftrásina eða teikna kraftrás spennustýringarinnar. Og hún er þá hér. Gefa okkur smá tími að rissa hana upp. Þá þeir eru búin að skrifa hvaða mynd þetta er, mynd 8.1a. Þá skulum við skoða dæmi 2. Aðeins að færa þetta svona. Hvað gerist í beisarás transistor 1 á mynd 8.4 þegar spennan á tengipunkti 23 lækkar? Og við höfum þessa formúlu til hliðsjónar. Og þá getum við sagt að það hefur þau áhrif af U-beis þegar spennan hækkar og stýristraumur eykst inn á beis. Þannig að getum fært okkur yfir á þessa mynd að U-1 helst alltaf eins, þá verður spenna UR7, U-beis emitter og UR11 að hækka og þegar að UR6 lækkar. Sjá þessa formúlu, þá þetta var þannig að spennan milli 2 og 3 2 niðri og 3 hún lækkaði og það hafði þau áhrif inn á rásina að spennan yfir R6 lækkaði. Þá sýnum við niður þar og þá hækka hinnar spennur á móti vegna þess að heildar spennan úr þessari spennu deilingu er alltaf svo sama. Það verða hinnar að hækka á móti ef þessi spenna lækkar. Raungildi lækkar inn, þá hækka hinnar á móti og þess vegna hækkar stýristraumurinn á beis af því að beis emitt spennan hún hækkar. Allir komnir með þetta? Þetta er líka komið á upptökuna. Má ég halda áfram? Já, það ekki. Og B-liður. Hvert er hlutverk TR2 og hvað stjórnar honum? Sko, hlutverk TR2 er að stjórna hleðslu þéttisins C5. Og TR1 stjórnar síðan stýristraumnum inn á transistor 2. Og þetta er þessi hlutverk TR2 hann er það er þessi TR2 hann sendir straumin niður á C5 stjórnar sem sagt uppleystlunni á honum og það fer eftir í þessu transistor TR1 er mikið opinn hversu hratt þetta gerist, hvað hratt C5 er að
hlaðast upp og þetta gerist síðan reglulega því að svo núllast spennan alltaf reglulega yfir þessa stýrrás hérna þannig að þéttirinn geti fara að hlaðast upp aftur þegar eftir að þyristorinn er búin að gefa samband. Það verður að gera það. Ok, þeir eru komin með þá bjelið. Hlutverk transistor 2 er að stjórna hleðslu þéttisins C5 af því að straumurinn frá transistor 1 stjórnar stýristraumnum sem sagt inn á transistor 2. Og svo í C, hvert er hlutverk íhlutanna transistor 3 og C5 og hvaða áhrif hafa þeirra opnunarhorn CR1. Og þessir hérna transistor 3 og C5 transistor 3, þetta er Uni-Johnson transistor og C5 sko þeir gefa hérna þegar að Uni-Johnson transistorinn brotnar niður þegar spennan er nægilega há á þéttinum C5 þá fáum við púls inn á SCR1 á þyristor 1 hérna og þeir gefa sem sagt stýripúlsinn á þyristorinn SCR1 og ef að C5 hleðst hægt þá verður opnunarhornið stórt og fáum minni strauminn á segulvafið en ef C5 hleðst hratt verður opnunarhornið lítið og við segulmögnun rafar hann meira þá fáum við meira af þessari spennu hérna og lítið opnunarhorn því það við erum framarlega hérna lengra til vinstri með púlsinn og þá opnum við hérna og fáum meira af spennunni inn á segulvafið þá eykst straumurinn í segulvafsrásinni og svo hérna þriðja A díóðnar D14, 15, 16 og 17 mynd af ófullkomna afriðun og tilgangurinn með því er náttúrulega að slökkva á þyristornum reglulega svo við getum ráðið því hvort að við fáum meiri straum eða minni straum eða bara yfirleitt til þess að geta slökkt á þyristornum geta fengið minni straum til dæmis til þess að geta reglað þetta þá verðum við að geta slökkt á hann reglulega þyristornum komum við það og hvað er þá næst í þessu í B ef afriðunin í lið A þetta er nú bara til gamans ætti að vera fullkomin þá þarf fleiri díóður þá bæta þeim inn á teikningunni á mynd 8.4 ég geti ekki annars sett þetta með blýjantinn á teikninguna hjá okkur í bókinni mynd 8.1 það vantar þessa díóði hérna móti 17 og svo vantar díóðan hérna á móti D14 niður í mínus já þetta er nú svona meira til gamans en þetta er náttúrulega það er til að átta okkur á því hvaða díóður eru teknar í burtu til þess að búa til þessa ófullkomnu afriðun og svo er hérna fjórða spurningin hvaða hlutverki gegnir Z1 á mynd 8.4 þetta var hérna Z1 það var þessi hérna Z1 þetta er óskgildið okkar Z1 hlutverk Z1 er að búa til óskgildisspennu sem við vilja kalla þetta kjörgildisspennu stýrirásarinnar fyrir reglunarrásina þessa rás sem að þessi formúla hérna lýsir alltaf sama spenna hérna U zeta og ef þessi spenna hérna U6 breytist
þá breytast hinar spennunar í öfuga átt. Þannig að ef að UR6 lækkar þá hækka hinar spennunar og U-base einmitt spennan hefur mest áhrif áfram í rásinni eins og við erum búin að fara í gegnum. En ef að UR6 hækkar þá lækka hinar allar á móti. Þið að skrifa þetta niður. Ok, má ég taka bélið? Já. Þetta er hlutverk SCR2 á mynd 84. Já, og það var þessi yfir álagsvörn fyrir segulvafið. Sem sagt, ef við lítum snöggt á myndina á varnara, þá hún er hérna, að þá sjáum við það samastendur af við mælingunni hérna á R23 hérna, R25 tengist líka inn á þetta og C8 þéttinum hérna sem tengist inn á transistor 5. Þetta er Unijohnsson transistor, hann er bara með öðruvísi tákn, hann er alveg eins og transistor 3 hérna, en við getum sagt að það sem kemur inn á hann hérna frá R25, það er inn á emitterinn, eins og emitterinn er hérna, og svo er base hérna til vinstri og base að neðan, þannig að þegar hann, ef að spennan verður of há hérna á segulvafinu, að þá kemur það hérna inn á og hann brotnar, þéttirinn verður með það háa spennu að það kemur upp í brotspennu Unijohnsson transistorsins og hann gefur ströym frá þéttinum hérna í gegnum sig og gegnum R26 og R27 fær hæfilega spennu fyrir afhleðslun á þéttinum og inn á stýriskaut varnar týristorsins SCR2. Hann tekur spennuna af stýrirásinni, síðan hann er tengdur hérna upp í fyrir ofan díóðu D6, þannig að þá nullast spennan yfir stýrirásina og þá fáum við ekki lengur stýripúls hérna til þess að opna SCR1. Við skoðum aðeins þá svarið við þessu hérna. Þetta er bara raunviðnám, þetta er allt saman raunviðnám, þó að það séu svona svört eins og þetta. Já, þetta er bara þetta er svona trimviðnám, þetta er stilliviðnám sem er sett í hérna á plötu og þú hefur ekki hnapp utan á tækinu til að heldur það er verkfæri, skrúfið til þess að breyta því. Þetta er trimviðnám, stilliviðnám sem að er fyrir verkfæri. Sem sagt, og sem sagt þetta viðnám sem er hægt að stilla, það er R23 hérna, það eru 3 tengipunktar við það og þetta er bara fínstilt í verksmiðinu og svo er þetta steypt allt inn í eitt svartan kupp, plastkupp. Maður fær síðan ekkert meira aðgang að þessu, þetta er bara stilt upp í prófuninni á rásinni og svo er þetta þannig að þetta er bara stilt þar og við fáum ekkert aðgang að þessu. Ef að væri aðgangur utan á tækinu að þessu viðnámi, þá væri við með svona ör í gegn eins og RVAF 1. Skilur við? Þá er þetta öxull út úr tækinu með takka. Já. Og við getum séð, af því við erum að tala um hérna stilliviðnámin, RVAF 1, þá erum við með það hérna, svo sjá hvað það er. Við erum alveg að koma að því, hérna er spennustýringin sem sagt á plötu. Nei, þetta reyndar úr hinum rafalanum, þessi er ekki steypt inn eins og við sjáum hérna í verklega æfingunni. En þetta er þetta viðnám, RVAF 2 með hnappi, öxli, og þetta er alveg tengt út úr rafalanum. Þetta er þetta viðnám til þess að hafa áhrif
á mælinguna á raungildinu inn á rafalann. Hérna getum við fínstilt sem sagt 400 volta spennuna út af rafalann. Og það gerum við sem sagt með því að hafa áhrif á raungildið inn. Þannig að það er verið að plata rásina. Það er verið að breyta spennunni hérna inn á hann. Þannig við erum ekki að hræra í óskildinu því að það er bara fasti. Heldur erum við að stilla hérna inn hversu hátt raungildi við erum að fá inn. Ok. Þá höldum við áfram að svara þessu hérna. Og þetta var sem sagt, við vorum í þessu bélið hérna, hlutverkið SCR2. Þetta var hluti af yfirrás varnarrásinni fyrir segulvafið. Og ef að spenna yfir segulvafið verður of há, þá opnar Unity transistorin transitor 5 og sendir púlsinn á stýriskaut SCR2 sem að lækkar spennuna. Hefur þau áhrif að það lækkar spennuna aftur niður. Við fáum aldrei púls aftur til þess að opna hérna fyrir transistorin. Og ef við teiknum hérna mynd af spennunni yfir segulvaf rafalans, þetta er sú spenna sem að segulvafið fær á sig á tengipunktum X og XX og við gefum okkur bara eitthvað opnuhorn þyristórsins. Og þá getum við sagt það að ef að við segjum að opnuhornið sé 90 gráður til dæmis, að þá er þéttirinn að hlaðast upp á þessum tímabili. Og síðan þá fáum við þyristórin í leiðinni, SCR1, og við sjáum rauða línan hérna í gegn, þetta er straumurinn. Straumur hérna segulvaxins og hann hækkar hérna sem sagt og það er straumskiptidíóða, hún er að leiða þennan tíma hér, síðan hækkar hann hérna og hann endurnýjast segulorkan í segulmögnavafinu og svo kemur nullið hérna á spennunni og meðan er straumurinn ennþá að minnka þar til við fáum aftur eftir 90 gráðu hérna opnuhornið, þá fáum við aftur endurnýjun á straumnum. Þetta er ekki nákvæmlega teiknað hjá mér í sömu hæð, það fyrir aðeins að dalandi það niður og en það ætti að vera í sömu hæð, sko, straumurinn. Hann ætti að bara endurnýjast hérna og verða áfram svo sami og hér. Aðeins ónákvæmni í teikningunni. Þannig á meðan að spennan er 0 frá spennugjáfunum og þar til við fáum aftur spennu frá spennugjáfunum, þá er straumskiptið í það að leiða straum frá segulvafinu og á þessu tímabili er segulvafið sjálft spennugjáfi sem knýr strauminn gegnum sjálft sig. Segulvafið. En hérna segulorkan endurnýjast þegar við fáum spennu frá spennugjáfanum, þá aðeins bætist í strauminn og síðan fer hann aðeins kannski að dala á milli. En við kannski á sveiflusjá þá sjáum við þetta sem næstu því beina línu ef við erum með stórt segulvaf í þessu, í tengingu við þetta. Ok, þetta er það sem við gerum í A-lið, í 5. Og hvað er svo í B-lið? Og áttum við að teikna mynd af straumnum í gegnum segulvafið og það er þá þetta bláa lína hérna, þetta sama rauða lína áðan við sama opnuhorn og við notuðum í lið A, en ég reyndar með eitthvað annað opnuhorn hérna. Þannig að við getum hugsað okkur að það er meiri straumur ef við erum með minna opnuhorn, sem sagt að þéttirinn hleðst upp hraðar, þá fáum við meiri straum hérna á segulvafið. En ef að spennan ef við höfum ekki þörf fyrir eins mikil spennu út, þá fáum við stærra opnunarhorn, þá kveikjum við hérna setna, þá er straumurinn lægri hérna, minni. En hann er alltaf tiltölulega jafn vegna þess að hérna á milli þá tekur við straumskiptidíóða að leiða straumin. Og þetta eru þessar
æfingaspurningar sem að við eigum að fara í gegn í þessu efni og þá held ég að nema séu einhverjar spurningar þá annars segjum við þetta gott í bili. Er það ekki?